Góðir gestir, gleðilega hátíð, til hamingju með daginn ykkar sjómenn, sjómannskonur. Ég bara komin hérna til þess að láta klappa nokkrum sinnum áður en við setjum þessa skemmtun í hendurnar á veislustjórunum. Og það ennþá meira klapp fyrir herramenn, að því ég ætla að halda þeim sið sem ég tók upp hér. Allir herramenn hér inni, þeir standa upp og klappa fyrir konunum sínum. Og nú komið að því, drengir, að setja þetta partí í gang og ég ætla að biðja veislustjóruna að koma þetta upp, en munið, þetta okkar staður og okkar stund. Góða skemmtun! Halló, jæja, hvað segir Ólafsfjörður? Ólafsfjörður, gefum að ykkur klapp, pappanum sem ég átti aldrei. En eitt árið maður. Því hann svo meiri á dag. Þegar ég fer með mig. Og verður hans spacer, you make a decent. Skippa þá búsi. Som jag glada. Jag lägger allt på and you make the love thank you. Behind us so made it all die. A quiet scared. A quiet scared. A quiet scared. Scared. A quiet scared. Á meðal sjómanna eru margir sögumenn. Einn þeirra besti Sveinn Magnússon. Já, sko, Óli var þannig að hann var ekki allra, en einhvern veginn náðum við mjög góðu samband og ég segi það, þetta var alveg svakalega góður skipstjóri. Hann fylgdist með öllu og það sem var að Krummi var stýrimaður hjá honum og þegar að Óli hættir þá í raun og veru hægt að segja að það bara búið að breyta andlit svo það í stólnum en Krummi bara nákvæmlega eins og Óli, hann bara lærði á hún. Og þessi menn báðir voru alveg sérstakir að vera með þeim. Við lentum í því á leiðinni frá Jan Mayen þegar bæði ég og Krummi þegar var sagt að við erum brjálaðir. Við erum förum á 100 lesta bát út á Jan Mayen 715-20 mílum en það sögðu þeir á stóru skipa. Hvað það að gera hérna? Fyllum hana alveg hreint til svo tollir á henn og svo segli yfir allt saman og engin skip komið til þess að landa í. Við heldum að þeir eru komin, afvörnin eða eitthvað. Nei, þeir voru ekki komnir. Svo við þurftum að leggja í siglingu allavega til Seyðisfjarðar. Og þegar menn sögðu, þeir komið norðan, kom ekki hér inn á Eyjafjörð eða Krossanessu. Það var bara hvernig veðrið var, hann þorði ekki að beygja það. Við fórum bara undan veðrinu. Alla leið þangað til, meiri segja, ég sagði nú einhvern ef hann hef ekki getað beygt inn á Seyðisfjörð þá hefði þeim sennilega svarað eitthvað sur í haf því en svo fáum við kvika okkur rétt eftir að búið að beygja inn á Seyðisfjörð. Þú talar skip sem svona bara... Já, hún bara algjörlega dauð. Eða sko þannig, þú sér bara, eins og þau sögðu, sjórinn láfið hann færi yfir hana. Já. Og svo þegar þau eru rétt búin að beygja inn í Seyðisfjörð, þá kemur einhver slikkur á hana og hún kastast til og það rennur síldin út í hliðina á henni sem eru ofan á dekkinu og seglið eins og boki
og hún bara hallast alltaf meira og meira sko, nú er það þingjast það sem er að renna. Krummi segir við mig, hörðu, hérna er aðgerðan yfir og hvað? Ég er með annan. Ég sting mig niður fram af við og þú aftan við og sprettum á hann. Og við, sko, þeir hefðu aldrei lofað okkur að fara eða þeir veit hvað við ætlum að gera. Hvað var þetta? Ég skildi þetta. Við skárum á seglið og þá tæmdi seglið og hún rétti sig við og við heldum bara áfram inn á löndum. En við mistum þarna, sko, alveg kú og náni. En svo var, sko, þá var Óli skipstjóri, því hann einmitt sagði við mig, hvernig datt ykkur í að gera þetta? Ég sagði náttúrulega við hann, ég var fljótur, Krummi stýrði mig, ég hlýddi honum bara. Hann sagði mér að gera þetta. Hvað sagði Krummi? Hann kannski ekki alveg rétt hjá honum. En hann sagði þetta við mig, við stóðum hvað ég ger með hnífinn. Við förum bara, ég fer fram að við förum bara í kapp og þú líka stingur hnífnum og svo upp. Og ég gerði það. En það sagði að það var sjóstróðin útfrókuð þegar við komum upp, sko. Því að þeir sá okkur hverfallin og ég segi bara, hvað er að ske? Ég manna, hérna er baldslæð. Við bara, hvað voru þeir að gera? Þeir eru orðnir. En þetta er náttúrulega, tekur styttri stund heldur en að segja var á því. Og síðan er hérna keppnin Alfreðsstöngina sem er stæðsta og sérstaklega keppnin á sjómannadeginum hjá okkur. Þar sem sú keppni er búið að keppna á stöng frá 1955 og þar er keppt í reiptogi, sundi, knattspyrnu og kappróði sem telvi. Í dag er reiptogið orðið trukkadráttur, annars er þetta hefðbundið og farir eftir upphaflega reglum stig og annað, hvað er gefið fyrir hverja grein og þetta er bara mjög skemmtilegt að halda þess að. Þetta er einu elsta hefðin. Þetta er elsta hefðin. Og við meiri segja eigum allt skráð í bók, allar reglur og sigurvegar öllum keppnum frá upphafi og hverju gáfu þennan grip er allt skráð í gamla bók og svo aðra sem tók við að þessari. Já, þetta er skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Fyrsta stjórnin, hún var stofnað 27. janúar 1983. Formaður var Hallgrímur Gísli Friðriksson, varaformaður Hilmar Þorsteinsson, ritari Ásbjörn Jónsson, gjaldkeri Kristinn Vilhjálmsson og meðstjórnandi Aðalsteinn Friðþjófsson. Já. Þannig var það. Síðan hafa margar komið og hvert er svona hlutverk stjórnarinnar? Hlutverk stjórnarinnar er náttúrulega að sjá rekstur félagsins, fjárreiður og já, í dag er
einn launaður starfsmaður sem hefur verið formaður. Þannig hefur það verið í einhver áratugi, ekki þó algilt. Formenn félagsins hafa verið 6 í gegnum þessi 40 ár og stjórnin eins og aðra stjórnir, hún ábyrg fyrir gerðum félagsins, gagnvart félagsmönnum. Öll stór mál eru borin undir stjórnina og enn stærri mál eru borin undir aðalfund. En stjórnin líka ábyrgð gagnvart formanni félagsins, að hann sinni sínum skyldum. Já, ég hugsa og bara, ég gekk náttúrulega bara í sjómannafélagið bara þegar ég byrjaði að róa 1986 og búinn að vera bara við riðin það síðan og ég hugsa ég sé búinn að vera í stjórn síðan bara ég veit ekki, ég held að þetta séu komið 23-24 ár sem ég búinn að vera ritari félagsins ég man ekki nákvæmlega hvað tölun á því og þetta félag var held ég fyrst og fremst stofnað bara utanum þennan sjómannaher sem var þá og við erum náttúrulega ennþá 100 bara til þess að ráða okkar eigin ráðum og bara hafa eitthvað okkar mál að segja að við þurftum ekki að sækja allt inn á Akureyri. Það búið að gera margar atlögur að þessu félagi Vaka og Siglufirði gerði það á sínum tíma og sjómannafélag Eyjafjarðar líka fá okkur í sammenningu En þetta hefur alltaf verið bara þannig að á ársfundunum okkar höfum við alltaf bara tekið þessar ákvarðanir sem okkur hafa hentað best til dæmis með bara félagsgjöld og annað. Við settum á það þak í mörg ár þegar sem best fiskaðist og mönnum fannst þau bara borga allt og mikið en þá höfðum við bara fullar stjórn á því að breyta því bara ef við vorum nóg margir sem að vildum það Þannig að við höfum alltaf haft bara góðan kontról á öllum okkar félagsgjöldum og útgerðslum og sjúkrasjóðum og öllu hvað það var Þannig að það eru bara kostur við sitt eigið félag? Það ekkert engum blöðum með það að fletta Það bara kostur Því annars þyrftum við alltaf að sækja allt inn á Akureyri Það engin spurning Svo verður það bara komið ljós hvernig þetta þróast með útgerð og annað Hvað verður þetta? Þetta er geysilega vel stætt og vel rekið félag í dag Það engin spurning Nonni kokkur, hver hann? Náttúrulega ég byrjaði náttúrulega strax vorið 58 á Sigurði Siglufirði sem pabbi var á Þar byrjaði ég minn fyrstu sjónmennsku 17 ára gamall og þá nægi ég þar í þar sem þeir voru með tvo bátana. Sigurður var með tvo bátana. Eins og Haukur niðri svona báturinn sem var. Það var svona svipar og stærð. Það voru 90 tonna bátar Nú kallaði Svíþjóðabátar. Og og þar fyrsta sumari sem ég var þarna, þar eru með tvo bátana. En svo sumarið á eftir, 1960, þá, þetta var 58 og 59, svo 1960 þá fer ég á Óla Bekk, hann kemur hausti, nýr, þá gamli, fyrsti 150 sem Stjáni og öllu að kaupa í fyrstunni Stjáni og hann Bjarni Simars öllu að kaupa og lenda með honum í gengisfellinguna 1960 og þá hækkaði svo mikið upp að þá hljóp bærinn undir bakka með það. Og svo endaði með því að þeir skiptu þessu á milli sín Magnús Sigvaldi og Sigurður Baldvins og hlutafélagið hét Þristur hét með að þeir voru og svo var alltaf slagur það vildi að allir fá fiskinn þegar við komum að landi
En enginn vildi koma með veiðarfæri. Sögðu þeir alltaf. Það er ekkert mál að losna við fiskinn, það er allir fá fiskinn. En það er enginn tilbúin til þess að skapa okkur veiðarfæri. Hvar væru sjómenn án kvennanna? Sjómannskonur eru ómissandi. Ég er náttúrulega bara ein af 5 systrum og 1 bróðir. Og pabbi var náttúrulega bara á sjó og sjómaður allir sína hundstíð, þannig lag, það má segja það. Mamma var náttúrulega bara með okkur ein heima og þetta var oft, ég sem maður ekki fattaði í rauninni fyrir maður varð sjálfur sjómannskona og vera einn heima með börn og bú og hversu, já, það gæti oft verið einmannlegt að vera einn heima. En á stóru heimili eins og hjá mér, þá var náttúrulega bara, var þetta bara oft mikið fjör og söknur eftir pappa náttúrulega sem var á sjó og spenningur þegar hann var að koma heim. Ég man mjög vel eftir því. Breyttist á heimilið þegar pabbi kom? Já, það var náttúrulega, áður en pabbi kom heim, það var náttúrulega þrifið hátt og lágt, skiptað öllu rúmum og þurrkað af og skúrað út í horn, hvert einasta horn. Keypti matinn og græja svoleiðis. Kom einhvern veginn fyrir að þú óttaðist hann út á sjó? Já. Ef það var vont veður og svona, þá hugsaði maður alveg til hans. Ég man aldrei því. Maður var oft hræddur, sko. Þau voru nú oft ansi slæm og leiðileg sem veður hérna. Í gamla daga. Það voru náttúrulega ansi mörg sjómannsbörn í Ólafsvík. Já, það var það. Þetta er náttúrulega sjómannsbær.
Flestir sjómenn byrja ungir að árum. Hér er einn, Finnur Óskarsson, sem kemur með hálfa legginn frá Keflavík en mamman er frá Kleifum. Já, pabbi var sjómaður í Keflavík og var allan síðan handkallatíð og ég smitaðist frá honum bara og byrja með honum þegar ég er 15 ára á sjó. Fer einn róður með honum á línu og það voru ekki gúmmívettlingar en eitt svoleiðis þess að draga línuna og var bara með ullavettlingar og endaði með því að ég fór bara á verti svo 2 árum eftir. Það voru Baldur K.E. sem er núna upp á kajanum í Keflavík. Þar var ég í 2 ár og 69 þá fluttum við hingað norður. Og þá fer ég á sjó hérna með Stjána Kristján Ásgeirs á Ólafi Bekk og fylgdi honum yfir á Stíganda smástund þegar hann var. En fer þarna í millitíðinni með Jóni Sæm. Áður að Sólbergi kemur. Og ég er allan tíman á Sólberginu frá 74 í desember sem ég byrja. Og svo fylgi ég honum bara allan tíð þáttið hann er seldur. Og svo flytti ég yfir á Mánabergið þann tíma og ég er allan tíma þáttið ég hætti. Það eru 10 ár síðan ég hætti þar. Við vorum að koma frá Noregi þegar ég hringdi í konu og sagði að ég væri hættur. Já, búin að fá nóg? Að ég var búin að fá nóg. Og mjög ágætt við því. Þá veiktist hún, var hún komið krabbamein. Og þá hætti ég bara. Hver er munurinn að vera á Íslandstóðar eins og Sólbergi og svo fyrst eins og Mána? Það er tvennt ólíkt. Það er svona eins og með Sólbergi, það var nú svolítið valtur fyrir. Við lentum einu sinni í Röstinni kallar í Reykjavík. Hann fór á hliðina og tók björgunarbátinn út af síðunni. Allt á hvolfi í lestinni. Ekki einasti fiskur í kössunum. En það er tvennt ólíkt. Þetta voru langir túrar á fyrstu tórunum. Já, mánuður eða eitthvað. Já. Og ég var þannig svolítið tíma. En það kom aldrei til að ég væri aftur þegar ég hætti. Nei. Ekkert svoleiðis. Staðan við höfnina í dag er vissulega breytt. Mikið breytt frá því áður var. En hvernig sjá menn stöðuna í dag? Já, sjómönnum er að fækka og það er nú bryggjuplás hérna í höfninni, sko. Þannig að það er bara staðan. Höfnin hérna þetta er viðkvæmur punktur, sko. Menn lögðu líf og sál í þessa höfn að byggja upp höfn hérna. Og þetta var náttúrulega bara lífæð sveitafélagsins hérna. Ólafsfjörður hefði aldrei byggst upp ef ekki hefði orðið til hafnaraðstaða. En það kostaði blóð, svita og tár í gegnum árin. Þannig að það er svona svolítið skrítið að horfa hérna yfir höfnina sem eru aðeins bara smábátar í. Því að það er ekki svo langt síðan að hér iðaði alltaf lífi og hér voru margir togarar, 3 og upp í 5 frysti skip og maður bara sá þetta ekki fyrir að þetta gæti gerst. En hvað framtíðin ber í skauti sig að vitum við ekkert frekar en aðrir. Þegar við vorum að byrja þarna til sjós að vera alveg 86 sko, þá vorum við saman á byr, ég, Jón Óskars, Rander og Sigtryggur Valli. Og allir búin að fara í meðferð og báturinn var kallað Alkalæn. og svo einhvern síman, það var Randur var svona spes karakter og reyktum allir sko. Og alltaf þegar sígarettan, hún svona brann bara upp í kjeftinum á honum og askan lafði svona niður.
og Valgeir segir einhvern tíma við hérna Randur maður, þú ert alveg eins og Emil Aumingi alltaf með sígarettuna svona, sagði Valli við Randur og þá var það einhver karakter sem hafi verið hérna í gamla daga sko, Emil Aumingi var hann alltaf kallaði sko, bjó eitthvað hjá Gauju held ég, eitthvað svona bróði Gauju eða eitthvað og svo segi ég einhvern tíma Valli, hvað varst að segja við Randur, hvernig Randur svona og áfá Valgeir og tók sígarettur og var með svona í kjaftinum og hann alltaf svona og þá reif ég sígarettur og kjaftinum með hendinni í snjóinu og sagði, þú ert eins og Emil Aumingi. Valgeir var brjálaður, nýbúinn að kveikja í. Þetta var alltaf svona eitthvað verið að prakkarast og hafa gaman sko. Það engin breytt, elska þig svo lengi og alltaf jafn hægra. En núna ertu farin mér frá með hárinu sem silki og augun skærblá. Ok, hver stemningin? En ég vil ekki gráta, herra, því ég veit að ég koma aftur. Má þú heyri stemningsborðinu? Sér það þegar ég fer þarna að byrja á sjónum og við förum á Vestfjörðina í brælu og drullu veðri þarna á 90 tonna báti og það voru bara fingarvettlingar, þessi gömlu vinnuvettlingar sem voru notar, það voru ekki konar inn gúmvettlingar þá. Menn voru að berja og svo náttúrulega voru menn að gera út á fyrir opnu hafi og pusandi yfir skipið og vorspúðin sko sem hún var bara alveg skelfileg sko og svo var ekkert til þess að þurrka neitt, maður var að vinda þetta svona og vaktirna voru svoleiðis að við sváum bara 4 tíma stóðum 8. Þetta voru ekki nema 10 kallar sem voru á þessu sko og þetta var alveg bara og þetta segir það voru ekkert allir sem voru tilbúinir að fara út í svona lagar
og þegar ég fór þennan fyrsta túr, fyrst þegar ég leysti pappa af og pabbi var í landi þá sagði stýrimaðurinn alltaf við hann, hann sagði, þú er duglegur svo að fá pláss í sumar. Þú er duglegur og fá pláss í sumar, alltaf herða sig sko, fá síldapláss í sumar. En þá var líka togarinn lagt á Siglufirði og mennirnir á togarinn, þeir fóru allir á þessa báta, síldabáta, voru á því. Það var alltaf neitt fiskir í sumari. Þeir bara röður sér á þessa báta og það var náttúrulega, þú sér að við vorum 18 í sumari, það voru 2 bátar, með 2 bátana, þá voru 18 borðið í þessu. Þetta var bara alveg hreint svoleiðis, þetta var bara ævintýri í kringu þetta sko. Það var kalla klárir og við vorum allir fram í lúkar, það var bara stokkið á haugum af stífulum og búsum og það var rifið símar og borðið í bátana og svo á leiðinni að torfinni þá var maður að sjá buxur eða stífil fljúgandi á milli báta, þá voru menn átt að sjá því að þeir voru ekkert í réttu stífilum sko, að vera flokka þetta þangað til að menn voru sáttir að vera konur í sín eigin stífil og það var alltaf, og svo var alltaf metnaðurinn yfir á milli bátana, hvað við varum fljótir að draga að miðkortinu sko, spenningur var alltaf og metið var alltaf því hverjir var sterkastir á bátanum sko, það var duglegast að draga alveg þannig að koma strax að miðkortnum og þá fekk maður pásu þangað til að skipið lagðist að og það var háað upp á nótinni upp í skipið sko. Ætlið ekki að koma út á gólfi hérna úr sætunum. Við erum alveg sko geggjum gýr hérna fyrir fram að Siglufirði. Þetta er svona dæmi þá breytingu, þið segja þetta. Já, breytingi sem eru orðið bara í dag sko, á hérna nýju skipum sko. Ef það dettur út Facebook eða tölvan, þá var allt bara í fári sko. Þegar ég var að byrja sko, þá fórum við sko í smuguna, fyrstu túrana. Og þá gáttum við bara að tala heim sko, bara kannski einu sinni í viku eða 10 daga fresti sko, gegnum Vardu. Bara gegnum talstöðina. Og þess á milli það var bara 50 kalla sími einhvers staðar niðri og við þurftum að fara upp og biðja skipstjóran sko, Bjössa Kjartans sko 50 kalla til að tala í síman sko. Og einhvern tíma fór ég upp og bara kallinu 50 kalla. Hvað er það maður? Varstu ekki inn í síðug? Þetta var bara neyksli, maður var að hringja heim kannski maður einu sinni 2 í viku. Þetta var bara algjör óþarfi sko. Til ykkar og verið bara velkomin á þessa sýningu Best of Solihull. Ég bjó ekki til það nafn, alls ekki.
Þetta nafnlagsverð sýningu þýðir raun bara það, undirtitillinn ætti að vera, ég sagði 8 sinnum nei við Bjössa Frímanns að koma hingað, að ég væri ekki með hennar sýningu í gangi og hann basically skipaði mér að mæta hingað. Og hér er ég kominn. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir. Svo vorum að segja áðan, sjómönnum sé að fækka og skipunum, en Ólafsfirðingar hafa alltaf haldið veglega upp á sjómannadaginn. Já, það er búið að halda upp á sjómannadaginn lengi hérna. Sjómannafélagi tók þennan dag yfir í kringum síðustu aldamót og þar sem okkur fannst hann vera farin að dala svolítið og mætti gera meira og síðan hefur þetta eiginlega bara vaxið og félagið að sitja mikla vinnu og fjármuni í þessi hátíðaröld. Og ég held að stjórn sjómannafélagsins sé ekkert að draga saman seglin þannig, þó okkur fækki, þá er þetta ennþá hátíðisdagur sjómanna og við viljum sýna honum virðingu. Og ég get alveg sagt það að þó skipunum hafi fækkað þarna og sjómannunum, þá er ennþá mikið af afburðagóðum sjómönnum hér í Ólafsfirði. Og það eru menn sem eru líka mjög eftirsóttir, ekki bara á skip sem eru hér, heldur annars staðar á landinu. Það eru sjómenn sem ólust upp á Ólafsfirði og bæði hásetar og skipstjórnarmenn og vélstjórar allt land og sýnir að hérna urðu til afburðagóðir sjómenn. Og við ætlum að sýna þessum degi alla þá virðingu sem hann á skil. Heldur þú að almenningur á Íslandi sem meðvitaður sjávarútveginn, ekki bara hvaðan fiskurinn kemur, heldur bara mikilvægi þessi gegnum tíman? Nei, blessaðast. Það er svo ævintýra langt frá því að fólk gerir sér grein fyrir að sjávarútvegurinn nú driffkrafturinn í öllu saman. Á hverju lifum við í hruninu, efnahagshruninu. Það var ekki allir eins á bönkunum, þau voru á hliðinni og þá kom nú gamli góði sjávarútvegurinn. Og ég hef unnið í kringum sjávarútveg og fyrir sjávarútvegsfyrirtæki og svona utan á þeim í 20 eitthvað ár eftir ég hætti sem í blaðamennsku og slíku og kynst þessari grein og það er svo margt, ekki bara sjávarútvegurinn sjálfur, það er utan á honum þjónustugreinar, rannsóknir, vísindastarf sem allt mögulegt sem að skapa líka hellingatekjur. En það er bara eins og sumir fjölmiðlar halda þetta snúist bara Samherji og Namibíu og eitthvað svoleiðis. Þetta er bara miklu stærra mál, Íslendingar eru í rauninni bændur og sjómenn. Nákvæmlega og sjávarútvegurinn, hann er miklu meiri grunngrein heldur en margur hyggur. En fréttirnar sjávarútveginn, þær eru afskaplega einsleitar og eiginlega stundum algjörlega út úr korti og út í hött, því miður. En samt er einn togari hér inn á skrifstofunni hjá okkur. Já. Hvernig kom það til? Já, það er nú bara 2 sólarhringar sem við eignuðust frystiskip. En það var bara sagan á bakvið það að Gunnar Þór Sigvaldason útgerðarmaður kom hér fyrir nokkur vikum og til þess aðtöku hvort við myndum vilja þiggja gjöf líkan af Sólberginu sem Elvar Freyr Þór Antonsson Dalvíkingur smíðaði, mikil listasmíði og sjálfsögðu vildum við þiggja þessa höfðinglegu gjöf og hún kom hér til okkar í fyrradag og bara sómi sér vel hérna. Þetta er glæsilegu gripur og höfðinglega glöð frá þeim heiðu sjónum, Gunna og Báru Finnsdóttur og við erum þeim bara mjög þakklátt.